byrjar. Já. Þú gerum við það. Einmitt. Ekki? Jú. Sko, já, ég verður með heyrnartólin á mér alltaf tíma. Já, ég held að þetta getur alltaf klikkað. Mér finnst mér nettar ef ég ekki með heyrnartólin á mér. Mér finnst þú nettur með heyrnartólin. Ok. Hæ. Hvað segirðu? Hvað er að gera? Heyrðu, ég er bara hérna á Messenger. Ég skoða bara svona gamla spjallþræði og eitthvað. Ok, ekki. Já. Herru, við erum að henda í stuttan aukaþátt. Já. Ertu nokkuð með, út í verið með myndavél fyrst skipti? Já. Ertu nokkuð með mækin í fjösi? Já, það ekki. Ég get örgulega nokkuð skruðningar. Já. Svona, ok. Svo alltaf þegar þú tökur sopa þá þurfa Herru, við erum að búast við að þessi þáttur fara út á miðvikudegi og sé svona bonus content út af því á föstudaginn eftir 2 daga eru við að fara að spila live á föstudaginn eftir 2 daga? Já, þú veist, á miðvikudaginn skilur Já, við erum að taka þetta upp ok, það er rétt Fattar þig? Ég skil þig núna Já. Þannig að eftir 2 daga þá verðum við stattir í Malbygg að spila lifandi setu úr kerfi sem heitir Age of Vikings. Já. Og við verðum fyrsta lifandi setan Já, í heiminum sem spilar þetta kerfi. Já, þetta er ákveðin heiður. Já. Sjúklegur heiður. Sjúklega spennandi út af því að bókin kemur síðan út daginn eftir. Já. Og það var verið að biðja okkur að taka smá svona recap. Já. Á því sem hefur á undan gengið sögusviðið karaktera. Já. Og út af því við tókum náttúrulega 1 session og munum síðan halda áfram með karakterina. Einmitt. Við munum svolítið bara svona að rifja þetta upp saman. Klálega, út af því að ég var spilar og þú var spilari, þannig að en við getum nú alveg sko, sögusviðið er náttúrulega bara Ísland í kringum fyrir siðaskipti, þannig að þetta er svona 970 eitthvað. Bara landnám, sko, eða svona, þú veist, það er komið höfðingja samfélag og hérna Goðar og svona landnámið er svona mestur lokið. Já. Við erum að spila þetta bara þarna, þú veist, fyrir árið 1000. Já, ég held að svona, þetta sé í bókinu alltaf að tala 972 eða eitthvað. Já, einmitt. Og það eru þarna nokkra persónur. Já. Ég ætla bara að fara yfir hérna persónur og leikendur akkurat núna. Já, hvað með? Bryndís Ósk, hún spilaði karakter sem heitir Ísgerður. Hún er galdra Seiðkona Já. Og það eru 2 típur af galdri í spilinu. Það eru seiður og rúnagaldur. Já. Og hún notaði þess að seiðin. Maður þarf að vera svolítið slingur, maður þarf að hugsa svolítið langt fram í tíman, plana svona, þú veist, undirbúa tricks sem maður ætlar að nota daginn eftir og svona. Já, þú veist alltaf að þetta er svona meira, þú veist að hafa áhrif á umhverfið, kveikja eld. Bryndís sem gerði það í síðasta þegar spiluðu og bjóðum til svona eld. Til nýja galdur. Já. Geggja dæmi, sko. Og svo var þetta þú spilaði hann Þrym, hann var hérna Rúna. Já, Þrymur var hérna sem sagt hann verður sennilega ekki með okkur út að ég er að fara að stjórna en hann var hérna sem sagt, það voru einhverju útlagar sem brendu niður húsið hans og fjölskylduna og hann einliði það og ber þess merki í andlitinu. Já. Og hann notaði hann þessar rúnir til þess að hérna, og sem rúnir í þessu kerfi virka meira eins og myndi kannski alveg setja eitthvað svona warlock sorcerer dæmi að það, sko. Eða svona, ef maður ætti að líka þessu við eitthvað. Þetta er samt svona kunnáta. Já, veist, þetta er svona lærið kunnáta. Já, þetta er lærið kunnáta. Þetta er svona eitthvað svona blanda af en svo förum hérna bara aðeins rætti við sögum með þessa karaktera. Já. Aðalbjörg, hún spilaði Birnu sem var svona bókkona. Kona fara orða. Já.
en þegar hún tóku búan þá myndi hún það sko. Já, hún líka þegar hún talaði þá myndi hún hvert orð. Já. Hannes spilaði Hrund sem var svona með sverð. Já, hörð í hornataka. Basic fighter típa. Já. Þekkjum við allir. Ég spilaði svo Sigmund. Já. Sigmundur sem sagt skáld. Já. Og sem sagt helsti hæfileiki hans bara það svona ykkur galdur í hinu kveðna orði hjá honum. Já. Það getur svona hvatt félaga sína áfram með skáldamálum. Já. Skaldic poetry. Já, sem geggjað út af því að og þú gerðir þetta kostulega vel í ekki hæfa þetta mikið upp svo verður þetta bara einhver eintómur leirburður á kvöldu. Nei. Það allt í lagi. Já. En svo var það Hlynur, hann var sem sagt Njáll sem var annar svona fighter já, svona típa. Íger, ungur maður sem þráir ekkert meira en að verða víkingur sko. Já. Við vorum einmitt að koma úr víking, já, hann var líka svona óviðfeldin og hávær. Já. Dónalegur og hávær. Já, hann svona kemur að einhver góð fólk giftur, einhver svona dóttir góða. Við eigum allir einhverja kýr og eitthvað. Já, þú veist, og líka góða í þessu kerfi að það sem Petró svona impraði alveg vel á að þú veist, þið eru ekki hetjur. Nei. Þið eru bara bændur sem eru bara, þú veist, það því að, þú veist, á veturna þá varstu bara að sjá búið og bæinn og dýrin, svo sumrin þá fóruð bara allir í víking. Einmitt. Svo bara, hvernig það fór? Já. Við einmitt byrjuðum, svo við tökum bara svona, þetta stöðar recap, þá fórum við sem sagt, vorum við að koma úr víking. Já. Þegar að leikar hófust síðast. Já, og við töðumst í Írlandi held ég að við erum komið frá, frekar en frá Írlandi, og við töðumst. Við vorum með syni Góðans okkar. Já. Hann fjall í barda. Já. Og svo urðum við innleiksa á Írlandi sögum veðurs. Alveg í nokkra mánuði. Já, bara yfir þarna auka vetur. Já, yfir auka vetur. Já, við vorum alveg bara heilt ár næstu lengur. Svo komum við tilbaka. Já. Og þá tökum við strax að því þegar við erum að sigla að ströndum Íslands að það allt gattfriðið. Það bara ennþá vetur í fjöllum og svona, það á að vera komið langt fram á vor. Í þessum dal sem við eigum heima í, sko, sem hvaðan Hannes? Þetta var Borgarfjörður Eystri. Já, Borgarfjörður Eystri. Það var sögusvið hjá okkur. Já. Merkilegt, sko. Þetta er svo merkilegt að vera spila þetta, þetta er svo nálægt manni. Ég veit það. Maður gæti svona, svo ímynda sér alla, sem sagt, bara þegar maður sildi inn í fjörðin, skilur, inn í dalinn. Já, við komum inn í enn dal og þá, þú veist, og það átti að vera, þú veist, það átti að vera snemsumar frekar en setna. Við tókum eftir að það var kaldar en það var vant að vera og svona frekar ísilegt. Já. Og svo frá þeim stað þar sem við lögðum bátnum og heim að bara, þú veist, bænum að skála Góðans okkar, smá lapp. Já. Og þá á þessu lappi þá var bara nístandi kuldi í kringum okkur. Já, var það kaldara og kaldara. Já, og það risu verur upp úr snjónum sem voru svona einhverju svona hrímaði draugar. Já, það var eitthvað svona element af stein og ís. Já. Eitthvað neginn. Og við þurftum að berjast við þetta og það gerði fólk með göldrum og sverðum og alls konar. Ég kastaði einhverju eldgaldri hana. Já. Og það er líka annað í þessu sem öðru sem kannski það sem við höfum verið að spila að við kunnum eiginlega ekki að berast. Eða skilur við? Nei. Þú veist, þetta var bara happa glappa hvort þú hittir í rauninni og þú varst alveg fyrir eitthvað viðkvæmur. Já, ég reyndi ekki eins og niður, sko. Nei. Ég bara horfði á blaðið mitt og svo bara, nei, ég var ekki að vera að gera þetta. Nei. En í staðið varst þú að hvetja okkur áfram, skilur. Já, ég bakkaði bara. Já. Bakkaði bara til að hvetja mitt fólk áfram. Nákvæmlega. Og við sigruðumst á þessum óvættum hana. Já. Og gengum inn til Góðans, sem ég man ekki alveg hvað heitir ákvæmst núna.
Hann var sér döður. Hann var döður. Já. Þannig að við ætluðum að fara til Góðans til að segja það að sonur hans hafi dáið í þessum Víking sem við vorum í. Þá voru allir í rauninni í dalnum komnir saman inn í þessum skála, í þessum langsal. Já, nema það vantaði öll gamalmenni og börn. Já. Og okkur fannst það skrítið. Já. Og það gekk þarna maður fram sem var einhvers konar undirmaður Góðans á sinni tíma. Já, vinur hans, hægra hönd. Já. Og hann var búinn að taka við. Í Grímur. Jú. Vinur hann hafi heiti Grímur. Já. Og konan hans Ása. Og henni var mikið mun að svona tala hann upp og segja bara, nei, heyrðu, hann á fullan rétt á að vera góði, hann bara réttu maður í þetta og var svona, kannski svona full áköf. Já, og líka út af því að náttúrulega góðar eru settir á alþingi. Já. Þannig að hann var í rauninu búinn að taka sér hann svona, já. Já, þú veist, ykkur þarf að stíga inn fram á næsta þingi og hann gerði það. Já. Þá hafði þess að góðin farið í Veiðifjörð að drepa gamlan fjanda sem var ísbjörn. Sem hétt Hvítönn. Já, Hvítkló. Hvítkló, já. Ég var eitthvað að googla þetta var hérna... White Claw. Já, og svona risa ísbjörnir með svona horn á enni. Já. Þetta gamalt íslensk skrýmsli sem heitir hérna Bjarnar Kongur. Bjarnar Kongur? Já. Ok, cool. Þetta var nefnilega framan á bókinni gömlu þarna Mythical Iceland sem Petrov samdi. Það var þetta skrýmsli. Einmitt. Já. Allavega, góðin döður, drepinn af hérna ísbyrni. Já, hann sérst fór með hægri mann sinum í veiðilegangur eins og góða sæmir. Ætlaði að fella hennan óvinn en verður drepinn af Hvítkló. Það er þess að við sem að segja frá draumi. Ég veit það. Fólk baði það, við erum að ríka það. Og hérna skelfilegt mál. Og þarna stóð okkur ekki saman. Já. En við spurðum hérna... Þau vildu senda okkur að ná í börnin og gamalmennin sem að það var sérst ein kona þarna sem að var svona að fóstra börnin minni mig og svona sjá þau svolítið. Já. Og þegar hún sá þessi skrýmsli... Sem var mamma... Guði. Hérna... það? Já, ég held að... Gamla góðans? Nei, mamma hérna... Birnu. Já, ok. Allavega þegar hún sá þessi skrýmsli byrja að þyrlast upp í kringum skálan, þá tók hún til fótana með börnin og gamalmennin í helli upp í fjalli. Já. Og þangað vill sitjandi góði og konan hans senda okkur að fara að bjarga börnunum. Já. En við erum svona á báðum áttum og sérstaklega vegna þess að með minnir að það hefur verið Hrund, Hannesar karakter, sem að sá silúetta af manni upp á hól. Já. Þegar við vorum á leiðinni að skálanum. Já. Og við spurðum hérna, hvað er kumlið hans hérna góða, gamla góða. Og það er svo gaman að því að, þú veist, maður þekki svo sögusvið, en við gátum bara, við veitum alveg hvernig menn eru hegðir og bara, hvað er kumlið? Þú veist, hvað er hérna... Hvað er grafreiturinn? Hvað er grafreiturinn og þau sögðu okkur það og það var það akkurat einmitt þar sem að þessi silúetta af víkingi hafði staðið. Já. Svo við förum út úr skálanum og í staðin fyrir að fara að beint að bjarga börnunum, þá förum við þarna að kumlinu. Og það byrjar alveg... Hann hét Einar, já. Líka svo gott við getum sagt random íslensk nafn. Já, hann hét bara Einar. Já. Og þegar við göngum þar að þá verður ennþá kaldara. Og það byrjar rauninni bara svona fristir vel. Og þegar við komum að kumlinu þá rís upp bara draugur allir svona þrútin svona blótið hérna af Einari og hann kastar einhverju til okkar. Já, hann kastar hérna leirkeri og þá þekktum við handbragð hennar Ásu. Já, því hún hefði lappað upp á okkur úr svona græði safa keri. Og það okkar færistu galdramenn
skoðuðu leirkerin komust að því að þarna í hefði verið eitur sem að hefur þennan eiginleika að og þetta voru nokkur köstu sem vorum heppin með við vorum rosalega heppin að kryfja hvernig þetta eitur virkaði það voru þetta hægverkandi dregur smám saman úr þér mátt það eru kraftlaus og við bara púsluðum þessu svona saman þetta eru svona nokkurn megin sönnur en draugurinn að reyna að segja okkur þetta að Ása hafi þess að þegar þeir voru að fara að veiða Bjarnakónginn að þá hafi hún þess að byrlað Einari goða með þessu eitri í sem gerði það verkum að hann stóð höllum fæti í bardaganum við ísbjörnin og svo gerði það verkum að ísbjörnin drap hennan stóra og sterka mann og maðurinn hennar steig inn í hans stað þetta bara svona Shakespearean þetta bara shit sko þetta gerði spotið og ég fór bara þarna strax í hugunum að yrkja rímur sem áttu að afhjúpa Ásu og við bara stormuðum í skálan nei, við fórum fyrst og björgum því að við vorum ekki viss hvort að það væri góðsviti við vildum sann okkur á samtíma og daginn áður hafði hvort það var Bryndís eða Birna Ísgerður eða Birna sem hefði kastað svona það sem getur gert í þessu spila svona örlagakast alveg rétt og þá kastar þú, ef þú nær kastun þá getur þú gefið þér örlög og þá sérðu fyrir þér eitthvað gerist og verður á einhvern veginn að make a sense skilur og hún sá fyrir sér að hún myndi halda börnunum þau myndi öll lifa af eitthvað þannig og eigur það þá líkutan á því að þetta geti gerst og örlögin eru þá þetta má ekki eitthvað svona ég sé fyrir mér að ég drep aðalvondikallinn það er bara svona þeir eru hvað sem er að fara að gera en þetta verður og Petró náttúrulega náði einhvern veginn að smyrja þessu inn í söguna að varstu allt inni voru konur eitthvað svona berjaklassar ling sem voru dauð hefði ekki átt að vera í blómstri hefði ekki átt að vera blómstri og það einhvern veginn leitt okkur áfram í áttina og gaf þeim næringu börnunum og gamla fólkinu á sama tíma einmitt og þar fyndu við hann helli þegar við vorum búin að ganga í smá tíma fylgja þessu berjalingi og þar við hellismunan var lítið bál sem einhver hefði kveikt og þar voru þessar steinóvættir að reyna að slökkva það og ef mér mann rétt þá þutu þarna áfram hetjunar okkar alla sem geta sveifla sverði eða exi og náðu því Þetta var snarpur bardagi. Þetta var snarpt, þetta var líka bara, þú veist, og það er líka sem er svo frábær svona öðru svo upplifun af kannski svona bardahefi kerfi er að annarkvort deyrðu eða vinnur hann á bara, þú veist. Á bara spilstundu, já. Þú veist. Það er mjög cool. Já. Þú veist, að því að það er alveg high stakes og þegar þeir ná á mann höggi, já. Þú veist, það hefði alveg ykkur getað drepist, hæglega. Já, já. Já. Og þar inni er fullt af gömlu fólki og börnum og dóttir Birnu er bara eiginlega ekki á lífi. Nei, hún er svona andsetin. Já, hún sérst er bláa litinn og andarvalla og er eins og hún sé bara við frostmark sko. Og þá sér Þrymur, minn maður sér stöðuna og fer með einhvers konar svona rúnagaldur sem gerir það að verja hana og græða. Já. Og við náum þarna með einhvers konar svona samstarfi ég og minni mig Ísgerður að bjarga henni eða að allan að hæja á þessar umbreytingu sem hún virðist vera í sko. Já. Þetta gerðu bara vel. Þetta var hittulegt moment sko. Já. Og
Svo fyrir við tilbaka. Já, svo þurftum við að ösla hérna snjóin í vondu veðri Já, með eitthvað svona. Og þannig erum við búin að fatta að það er reiði Einars gamla goða sem að frista allt þarna og vekja upp þessi skrýmsli. Við áttum okkur á því hvers konar samfélagi við stöndum í þarna. Já. Þetta er bara gamla víkinga heiðursamfélagið og það þarf að koma fram hefndum fyrir þennan draug. Við áttum okkur á því. Já. Við áttum okkur á því að það voða lítið sem við getum gert sko til að láta hann hætta nema að við bara göngum beint í verks og förum niður í skála það köstum við þessu keri fram köstum við þessu keri fram og það er líka svo gott sko því að við erum þú veist allir nema þú sko eru ömulegir að tala og þegar þú feila kasti þá erum við bara svona frekar mikið í bobba sko. Já, það gerðist þarna. Já. En það náði samt fyrir resta að samfæra bæjarbúana. Já, að það væri eitthvað brauðtabli sko. Já. Og goðinn við fengum hana líka konuna sem að fór með börnin, hún var svona grasakona líka. Já. Það snýrist svolítið þegar við fengum hana til að staðfesta jú, vissulega, þetta eitur og það gerir þetta og svona. Já, akkurat. Þannig að við vorum með mótífið eða við vorum með sönnun að hún hefði gert þetta og mótífið var svona frekar greinilegt fyrir okkur að hún hefði bara verið að reyna að koma sínum manni í góða stöðu. Já. En þá renna 2 grímur á nýja góðan sko. Því að þarna kemur fram hann heyrir alveg og sér að þetta er satt sem við segjum en nú erum við bara árið 972 á Íslandi og hann segir bara, heyrðu, ég verð að verja heiður kona minnar og þetta er augljóslega hólmganga bara inn í langsalnum en við fórum út til þess að það var slegin svona skjaldborg og við sendum var ekki Njál? Var ekki okkar sterkast maður? Jú, nei, var það Hrund? Ég man ekki alveg hver það var sem að fór í hvort það hafi verið Hrund? Já. Ég held að það hafi verið Hrund. Allavega þá var slegist þarna. Jú, við sendum Hrund. Já. Og við náttúrulega við vorum 2 galdramenn sem gáttu svona buffað aðeins upp. Já. Og ég gæti líka nota þú komst með eitthvað svakalega vísu skáltamálið líka og þú veist og þarna fór Hrund inn bara svona kókrust hölkmót sko bara og þetta var stuttubardagi sko við basically það var bara 1 högg frá hann kastaði af sér allri brynju bara bera ofan og bara þú veist þetta var eitthvað svona svo var líka, þú veist, kastaði upp á hver byrjar skilur og þetta var líka eitthvað svona heiðurs dæmi hjá góðanum að ef hann myndi lifa af höggið þá væri hann einhvers konar réttmættur góði og mætti eða þú veist, þetta var eitthvað svona prófraun skilur við og sem fór þannig að exin hennar Hrundar endaði í haustnum á góðanum og hann fjall og var eitthvað svona að blæða út með mikinn heilaskaða og við stóðum frammi fyrir ykkur svona vali, viljum við hjálpa manninum eða hvað ég var að gera og við leiðum honum bara degja við hugsuðum þá engin maður að lifa svona það væri ekki gott, þetta er heiðursdauðdagi sem fer fram það var góðu döðdagi maður fer líka í svo mikið þú veist, við vitum allt hvernig það virkar þarna stöndum við frammi fyrir svona mórulsku vandamáli hvað gerum við nú? Við erum með sko maðurinn varði heiður konuna sinnar en nei, hann dó hún er þá bara sek samkvæmt þessu dómi sko eða þú veist, viljum við býða fram á alþingi og láta rétta í hennar máli við ákvaðum bara til þess að þó að það hefði kannski hefði verið rétt að lagalega leiðin þá ákvaðum við að fara þá leið sem við töldum best fyrir þorpið okkar
út af þessum fimbul vetrið þarna. Já, þetta því að þú veist, það voru líka glindum segðan, það voru þegar á nóttinni það var verur að klóra og reyna að komast inn. Já, það var svolítið tifandi. Já, þú veist, við hefum ekki geta byggð bara til næsta vors eftir Alþingi, sko. Svo að við dróum hana nauðuga, hana Ásu með allt bara með þorpið í eftirdregi upp að kumli Einars goða hins látna. Já. Og hann reis upp úr gröfinni sinni og við héldum henni bara að honum henni Ásu. Já, og hann svona dróst áfram í áttina henni. Já, og svo bara eldsnögt og reif hann úr henni hjartað. Já. Þar með endaði hún líf sitt. Já. Og hann fór til sinna grafar. Já. Sigmundur hafði verið á fylliríi þarna því að við gistum hann einu nótt. Já. Og hann verið að tala fjálglega það að þetta ætti hann að vera góði. Að sjálfsögðu. Sigmundur minn karakter. Já. Og þá varð hann var gerður að góða. Já, svo bráð að byrja að góða. Já. Þá getur hann næsta Alþingi. Já. Men honum líkar ekkert sérstaklega vel. Nei, hann vill vera í sviðsljósinu. Já, hann vill ekki ábyrgð. Hann vill ekki ábyrgð. Einmitt. Og þar endaði þetta pröfuspil með þessu. Og það fór alltaf þiðna hann og sumari tók við. Og já, þannig að það framhaldi á þessu verður að þú ætlar að hafa eitt spil í viðbót með okkar personum. Já, sem svo þú prófir að stýra þessu einu sinni. Já, ég ætla að prófa að stýra fyrir sem spilið verður á morgun á 50 degi og þá ætlum við að fara á Alþingi. Já. Þá held ég að þessi komið að þér að það verður alls konar. Já. Það verður alls konar dilemma. Já, kjafta val. Já. Og svo bara eftir þessum þá kýlum við á það sem við munum spila á föstudaginn. Já. Akkurat, það er kannski ekkit eitthvað svona mikilvægast fyrir áhörnduna þeir viti alltaf, þú veist, baksöguna. Nei. En kannski gaman, þú veist, þetta er svona smá bónus Já. Svona aðeins svona hvað við erum búin að gangi gegnum. Já, líka bara svona aðeins að vita hvernig karakternir eru, sko, og hvernig þeir virka. Já. Og hafa það í huga að þetta eru engar hetjur. Þetta er fólk, þetta eru bændur sem slysast inn á vitlausasta staði. Einmitt. En síðan svona alls konar í þessu kerfi eins og, þú veist, það er reputation, þú veist, það er orðspors, þú veist, þannig að þú veist, með hverju hetjudagun sem þú gerir því meira orðsporst með, skilju. Já. Þannig að því alveg eftir þetta dæmið, það var allan gott orðspor í dalnum, sko. Já, einmitt. Svo gerist eitthvað á Alþingi og eitthvað þá veitum við ekki hvort að orðspor fyrir niður að maður getur líka verið alræmdur. Já, þú getur verið alræmdur og getur orðið, þú veist, útlægi, skilju. Já. Þú veist bara flýja, þú veist, góða það er hellaður lagarami sem að ég veit að vinna í hérna mikið blóðhendir fjölskylduverjur og þetta góða dæmi er bara svo þetta er náttúrulega ógæðslega góðar lendur fyrir spunaspil, sko. Já, nefnilega, sko. Þetta er svolítið eins og, þú veist, þetta er eins og við hefðum bara svona legið í einhverju reglubók í einhverju heimsköpun og værum bara einhvern veginn með hann í blóðinu. Já. Þú veist, það er líka bara það er svo auðvelt að setja upp scenario eða sérst bara sögursviði út af því að við höfum lesið svo margar sögur svona. Ég líka bara, þú veist, ég veit ekki náttúrulega hvar spili gerist sem að við spilum live. Nei. En þú veist, næst þegar þú segir bara, já, heyrðu, við erum á Alþingi og við ætlum að fara niður á öfugsnáða og bara aðeins að chilla þar við vatnið og þá bara, við veitum hvað við erum, skilur. Þú þarft ekki að segja um mig. Já, algjörlega. Já, ætlum að vera upp í lögréttu bara, ok. Og bara,
allar einhver upp í lögréttu eða allar hanga við vatni? Ég held ég verði bara hérna niður við á bara. Þú veist, þetta er svona ég veit það ótrúlega og líka sko, í þessari bók þá er Alþingi lýst svo fallega sko, þetta er, þú veist, það var ekki mikið til af þú veist, það drukku allir einhvers konar hérna öl, þú veist mjöður var til dæmis, þú veist dýrkeyptur á þessum tíma þetta því að var náttúrulega ekki tunang á Íslandi og vín líka en á Alþingi þá bara var öllu tjaldadel sko. Þú veist, það mættu allir góðar og bara ég verð með besta partí þetta er bara svona já, ég er að segja, þetta er bara svona þetta er bara svona eins og Vestmannaeyjar skilu bara ég er með besta hvíta tjaldið hugmynd ég hlakka til maður ég veit það, ég líka, en hérna hefur ekki fara að spila? Jú, fyrir að spila, þetta var bara næs vonandi hefur ykkur gaman að því að svona fá aðeins að kynast þessu og við erum allavega sjúklega spennt bara að mæta áhorfundum og hérna prófa að stöðta okkur fram úr því að spila fyrir ykkur á ensku og já, þetta fer fram og gaman að þessu já, en það er líka sko mörg orð sem fattar ekki hvað er út af því búið þýða úr íslensku á ensku bara eins og, þú veist, ég var að lesa daginn á eitthvað svona nýðstöng þú veist, ég var bara eitthvað, hvað er þeir að tala um? Og svo bara googlaði ég hvað þetta væri og bara, það er að tala um nýðstöng og svona, og Petrún alltaf er búin að svona eitthvað, mockery stick nei, þetta var ekki mockery stick, þetta var alveg flott orð skilur við, sem var einhvern veginn þú veist, ég man ekki hvað það var, en hérna Petrún alltaf búin að gera bara ég meina, hann er algjörlega réttur maður sko. Og ég hjó líka eftir í sko að eftir að hafa búin að lesa reglubókina er að það er metrakerfi allt er mælt í metrum það er svo þægilegt og hann segir og ef þú vilt endilega breyta þá er þetta svona í fetum skilur hann er svona smá seimar sem er bara svona þetta er með þess að gert fyrir þú veist það er ekki einhvern veginn gert fyrir Bandaríkjumann þetta er bara, þú veist, bara Ísland, Evrópa, einhvern veginn miklu frekar, sko og allt er bara eitthvað svona þú getur farið 10 metra í einu umferð frábært ég get alveg séð það fyrir mér ég get alveg hlupið 10 metra og 6 sekúndum herri, nóg það takk fyrir okkur, Hilmir og já, við glemd að kynna okkur Lúli, Hilmir takk takk Malbygg, takk Questportal sko við getum eins að gert svona Questportal minn er tóm Malbygg, takk fyrir okkur og Questportal við sjáumst á föstudegi bye bye